Einu sinni var 16. þáttur England á dögum Elísabetar drottningar. Tómstundaiðja Hinriks VIII var að láta þá vega salt volduga frændan Karl V og hinn tápmikla Frans I. Önnur tómstundaiðja var ekki eins fáuð og kostaði margan mætan mann höfuðið. Það var gjald óvildar konungs. Hinrik VIII var harðstjóri og vildi skera úr öll deiluefni. 1535 felldi konungur merkan mann, Thomas More. Og síðar kom röðin að Anne Boleyn og hún hafði það til sakar unnið að fæða konungi dóttur sem hlaut nafnið Elísabet og brátt vék svo bálkösturinn fyrir öxinni. Eðvarð sonur Hinriks tók við á honum og síðan María Tudor árið 1553. Hún var gift Filipussi öðrum konungi Spánar og lést 1558 leið og tengdafaðir hennar, Karl V. Óskilgetinn hálfsystir hennar, Elísabet, komst til valda 25 ára gömul og Elísabet var mótmælandi. Þá voru Spánverjar kaþólskir og Elísabet lagði á ráðin. Hún stofnaði biskupakirkjuna með 39 greinum árið 1563. Fáum árum síðar bannfærði páfinn hana. Okkar skál! Skál fyrir Francis Drake! Drottning segir Spánverja ósvífna. Viljið þið dansa? Drottning hefur lög að mæla. La 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 la. Þessi herra heldur fíldur. Eigið þér við þennan? Hann virðist hreint ekki skemmta sér. Tómas, hvað á maður aðvinur? Hann segist ekki drekka af því það sé skaðlegt heilsunni. Svona. Vínið léttir lund. Kveiki það. Skál nú. Skál. Skál. Er það ekki betra? Skál, vinir. Sko, strákinn, hvaða lagið? Þetta var fyrirtak, finnst þau ekki? Það varst mér. Klukkan 12 og allt með kjörum. Ég líður eins og fiðrildi. Stóru fiðrildi. Stóru. Er allt í lagi með þig? Við verðum að fela okkur. Þessa leið. Þangað. Nei, þessa leið, sagði ég. Andartak. Bravo. Og nú er allt með kjörum. Sigurinn við Lepanto árið 1571 færði Spánverjum mikil völd. 1572 ákváðu Niðurlendingar að rísa gegn Filipussu öðrum. Elísabet studdi þá. Þetta eru þjófar sem við handsömuðum. Thomas Doty, afgreiði þá. Hvort kjósið þið hengingu eða drukknun? Þarra kostaði völ. Startu! Nú kom það þér. Miskunn. Hvað finnst þið? Jæja. Komdu þér að verki! Árið 1577 lét Francis Drake úr höfn í Plymouth. Leiðangur hans átti að kanna syðri mörk Ameríku. En enginn veit í raun hvert ferðinni er heitið. Upp með seglið! Dansi, 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 dansi.
Já, frábært, bravo, 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 bravo. Spænskip í sjónmáli, spænskip. Hver maður á sinn stað, mannið fallbyssunnar. Allir. Skjótið! Hver vill fara borð? Þetta glæfra spil. Já. Þann 27. janúar 1578 voru Grænhöfðaeyjar í sjónmáli. Við erum rannviltir. Félagar, það er verið að leiða okkur á glappstigu. Snúum heim, snúum aftur. Alveg saman, förum heim, nú strax. Bíðið við, hvað segir hann? Heim! Land á bakborða, 2 portúgölskip á stjórnborða. Allir menn takið sér stöðu. Nú fá landkrabbarnir til tevatsins. Býtum okkur. Í skjól. Já. Borð. Þeir sjáum þetta. Bravo, nú tvöföldum við romskammtinn. Skál fyrir því. Herrar mínir, ég heiti Núño da Silva og er stýrimaður á skipinu sem þið voruð að taka. Hvað sem því líður eigið er að vinna. Sem það skilið, annars verðið þið settur í járn. Settir í járn. Aumingi! Rauvill! Hvað þá? Leifis mér. Ég er Francis Drake, leiðangurstjóri. Má bjóður sæti við borðið mitt. Nei! Ég er fangi. Láttu mig vera. Farið með hann til klefa míns. Hvað er þetta? Dónaskapur. Svona. Nú, jæja. Þetta er leiðin sem ég hyggst fara. Ég vil gjarnan heyra álitið þar. Ég ætla að sigla suður, hérna, fram hjá Eldlandi og síðan norður á bóginn. Hvernig lístu þér á? Francis Drake tók að sér stjórn Maríu, stærsta portúgalska skipsins. Önnur skip leiðangursmanna voru skammt undan. Þar á meðal Pelíkaninn undir stjórn Tómasar Dótís og aðstoðarmanns hans. Er ekki tímabært að snúa við? Jú. Jæja, snúðu við. Snúðu við, segði ég. Já. Ekki þú, heldur skipið. Hvað er þetta? Fjandinn sjálfur, nú sleppi ég mér. Taktu við stýrinu eins og skott. Snúðu við skipinu. Hvernig á ég að vita það? Ég er hann alveg ruglaður. Sólinn búinn að færa sig. Já, þetta jafnar sig fljótt. Ég þarf klippingu. Já, skeggið. Já. Þetta er frábært. Maður á að bíða í biðröð. Ég sé langar sjóferðir. Ég sé það glöggt. Já. Já, hérna, já.
Gerðu svo, já. Gerðu svo vel. Þetta átti að gera gagn. Ég er næstur, ég ræð hér. Í biðröðina. Hvað? Eins og aðrir, já. Bíðið bara. Jæja, hver er næstur? Já, þetta er brot. Þetta er næja, næstur. Þetta er ótrúlegt. Lítið á. Nei, flugandi fiskast. Komdu á djöfulsins. Ég sé það næst, ég var aldrei séð. Dreyk á sök á þessu. Hefði ég fengið að ráða, hefðu við aldrei komið hingað. Heldur og brennir. Hvað færður ég? Á fætur. Takið nú við stjórninni. Maðurinn er óður. Dreyk leiðir okkur í glötun. Ég tek við stjórn þessa leiðangurs. Heyriði það? Nú, stjórna ég. Í nafni hennar hátignar Elísabetar Englandsdrottningar lýsi ég, Francis Drake, leiðangurstjóri, Thomas Dodd í segan uppreisn. Ég bið áhöfnina kveð upp dóm sinn. Þannig fer fyrir svikurum. Hann hefði alltaf þar að mínum ráðum. Hindin tók við af pelíkana á stafni hins viðgerða skips sem hlaut nafnið Gullna Hindin. Þann 20. ágúst 1518 komu leiðangursmenn að Magellansundi. Í Magellansundi gerði svo mikið hvassviðri að menn mundi ekki annað eins. Og skipið rak suður á bóginn að 57. gráðu. Hvernig líður ykkur? Skrýtnir fuglar, ég hef aldrei séð hann eins. Herramenn. Svo lagði loksins og stefnan var tekin norður að Mokkaeyjum. Þangað kom leiðangurinn þann 25. nóvember. En hin skipin voru horfin. Ítum frá. Þetta er frjósam jörð. Líttu á þetta. Hvað er þetta? Hvað gengur á? Í land. Það er nú ævintýri. Brátt snerist gæfan leiðangursmönnum í hag. Þeir komu til Valparaiso þann 5. desember 1578. Þar var einmitt statt fallegt spænskt skip, mikli skipstjórinn. Við erum með gesti. Náum í vín. Og þar voru þeir heppnir. Skipið var með 25.000 peso á gulls.
Þarna voru 4.000 gulldúkatar. Attacco! 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 Þarna skiptu mikil auðæfi eigendur. Þann 13. febrúar 1579 kom gullna hindin til Callao, hafnarinnar í Lima í Perú. Einhver að koma. Eitt skipaður er drekklæðið auðæfum. Það létur höfn fyrir nokkrum dögum. Hvernig getum við elt hann uppi án þess að vikja grunnsemdir? Best að fara svona að. Einhverjum kom það snjallræði í hug að binda tómar vínkrúsir aftan í skipið til að seinka því í björtu. Hverjir eru þið? Englendingar, lækkið seglin eða við sökvum ykkur. Hver voga sem skipa mér fyrir? Komum borðað í vorið! Það tók 6 daga að bera auðæfinn milli skipanna. Ég legg til að við siglum vestur Kyrrahaf. Nei, frekar norður. Norður? Það er óðsmanns Ég krefst þess. Þá vil ég heldur ganga frá borði. Þér það. Verið þá sælir og gangi ykkur vel. Ekki veitir af. Herrar mínir, ég hef samið óbrigðulega áætlun til að sjá við enska þorparanum honum Drake fyrir hönd Spánar. Ég hef mikinn flota. Það væri afbragð landstjóri en englendingarnir eru farnir lengra norður. Eitthvað skjallast, herrar mínir. Ég hef heimildir fyrir því að gullna hindir sigli suður til Panama. Og ekki batnar það. Herri mig, ég veit betur. Drake er staddur norðvestur af Mexíkó. Hann verður að nást. Hvað sem hann ég vil fá gullið mitt, gullið mitt. Hart í bak! Mér hefði verið nær að fara ráðum Da Silva sem vildi ekki fara þessa leið. Ég hef ákveðið að snúa við! Snúa við! Hurra! Í maílok árið 1579 var skipinu snúið við nærri Vancouver-eyju. Stefnan var tekin suður og nú fór að hitna í veðri. Þann 17. júní var leiðangurinn staddur við Nýja England. Lítið á! Ég þakka. Í nafni Elísabetar Englandsdrottningar slægi eign minn á þetta ríki og hafa konungar þess og þegnar gengið drottning á hönd að fúsum og frjálsum vilja. Landið heitir Nýja England hér eftir, undirritað Francis Drake. Þann 23. júlí yfirgaf Francis Drake hið nýstofnaða ríki og 2 mánuðum síðar kom hann að Þjófaeyjum. Þar reyndu innfættir að grýta leiðangursmenn. Þann 3. nóvember tóku þeir mörg tonn af kryddi á Molucca-eyjum. Þar tók þjóðhöfðinginn á móti gestunum með viðhöfn. Áfram var haldið og nú var vaktmönnum fjölgað. Því frést hafði af hættulegum skerjum. Þann 18. janúar 1580 skammt frá Kelogos. Skrampinn sjálfur! Niður með akkerið fljótt! Það nær ekki botni! Guð einn getur bjargað ykkur úr þessu. Við skulum biðja bræður. Nær væri að hjálpa okkur! Hendi kryddinu! Öllu fyrst kryddinu! Síðan fallbyssonum! Burnaður! Hægan, ég er alveg bráðnauðsynlegur. Hendið öllu sem þingir skipið, gullinu í lestónum líka. Kemur ekki til greina! Já, það gullinu, hendið Hver því. sagði þetta?
Hinsta stundin er runnin upp. Iðrumst synda okkar og byggjum til Guðs. Við fljótum. Við fljótum. Nei, við fljótum. Akkur er báturinn. Konur, sjóðir. Eftir viðgerðir var siglt áfram. Þann 12. mars var komið til Jöfu. Þann 15. júní var siglt fyrir Góðravaran-Höfða og þann 22. júlí hjá Sierra Leone. Mánuði síðar var komið að Kanaríeyjum og þann 27. september lauk ferðinni heima í Englandi. 59 leiðangursmenn sigldu í höfn í Plymouth eftir 2 ára, 9 mánuða og 13 daga ferð. Drottningin. Elísabet drottning gekk á skipsfjöl ásamt franska sendiherranum og öðru fyrirfólki. Sverðið þar. Yðar hátign. Standið upp, Sir Francis Drake. 1587 var hinn kaþólska María Stuart dæmt fyrir landráð og hálshöggvin eftir 18 ára fangelsisvist. Spánverjar urðu ævis. Mikið var. Kom inn. Pési, Hlunkur minn. ég hef fréttir að færa. Nú er Drake að koma sér upp áhöfn fyrir næsta leiðangur. Allir fyrrverandi áhafnarmeðlimir eru velkomnir. Til er ég. Þúsundir flæmskra vefara flýðu rannsóknarréttinn og settu stað í Englandi. Þar stóð inn þeirra með miklum blóma. Þú reykir eins og skorsteinhafi. Tabak er hryllingur. Erkibiskup í Lundunum dó úr því, góða mín. Admirál, kæru vinir, mikið gaman að sjá ykkur. Við ætlum í stríði Spánverja, en færri koma staðinn vilja. Í apríl árið 1587 sigldi Francis Drake til Cadiz, þar sem var mikill spænskur floti. Englendingar hófu skotárás, en skothríð Spánverja misti marks. Francis Drake fór borð í skipin. Þrjátíu spænsk skip voru tekin eða þeim tortímt. Vörum og verðmætum var komið fyrir borð í enskum skipum. Þau sigldu heim og skildu eftir sig auðn og elda. Spánverjar voru fljótir að svara fyrir sig. 20. júlí 1588 sigldi flotinn ósigrandi til Plymouth, grár fyrir járnum. Sigla inn höfnina, skipin eru mýmörg. Eins og notið á flugnaspað á þau. Ég ætla að klára leikinn. Fyrst er að miða. Ósigur flotans batt endi á metnað Spánverja. 8 árum síðar hertók enskur floti Cadiz, sökkti öllum skipum sem þar voru í höfn, fór með ránum borgina og sigldi heim óáreittur. Í Englandi fögnuðu menn og kveiktu varðelda. Elísabet drottning var á hátindi ferils síns. Árið 1596 lést Francis Drake í leiðangri Karíbahafið. Lífið hélt áfram. Drottning hvatti ungt skáld Shakespeare að nafni til dáða. Hann sýndi nýtt verk, Rómeó og Júlíu. Lifðu heil, ástin mín, ég mun sitja sérhvert ráð að senda kveðju uns þínum fundi er náð. 1598 lést Filippus Spánakonungur, bitur og sættur lífdaga. Nú lauk öld Da Vincis og Michelangelos, Kópernikusar, öld Siðbótar, Könnunar Ameríku, öld Cervantesar og Shakespeares. Spænska heimsveldið lét í minni pokan fyrir Englandi Elísabetar. Við láti Elísabetar árið 1603 tók Jakob annar við krúnunni. Hann var sonur Maríu Stuart. Árið 1608 stofnaði Champlain Quebec. Þann 7. september árið 1620 fóru 78 karlar og 24 konur frá Plymouth borð í Mayflower.
Þau urðu síðar fyrstu hvítu Bandaríkjamennirnir.